Já, Vinni, það er 4-0 niðurstaðan hérna á Afelsvellinum. Hver er svona bara þín sýn á leiknum? Það fór 4-1. 4-1. Já. Mín sýn á leiknum, það var stór slagur, mikið undir. Ef vilt að ég greini leikinn þá fannst mér Afturelding byrja betur, svona fyrstu 5-10-15 mínúturnar. Ekkert eitthvað mikið betur en við vorum í smá basli að klukka þá. Gerðum smá breytingar bara in-game, breytum aðeins taktík og settum svo bara í gang. Náðum að komast yfir og svo bara hamra í átni þegar við vorum í smá stuði. Svona fengir náttúrulega, komast yfir náttúrulega eftir vítaspyrnu fast er svona eitthvað leiti kannski, svona axlina kannski aðeins síga við það að vera komnir yfir. Já, ég meina þetta er alltaf eitthvað klísjur, mörkbreyta leikjum en ég meina þægilega að fá komast í fórustu og þurfa ekki elta og geta þá aðeins beðið eftir þeim. Því að Afturelding er náttúrulega frábært lið og ofsalega vel spilandi og það er erfitt að taka boltan að þeim, þannig að það er ágætt að vera komin yfir og þá þurftu þeir auðvitað aðeins að stíga frá völlinn og taka kannski einhverja smá sénsa sem við náðum að nýta mjög vel þegar við komumst í skyndisóknir. Fara inn í hálfleikinn 3-0 yfir og manni fleiri, var eitthvað svona erfitt að halda mönnum á jörðinni þetta? Já, þú veist, við höfum smá reynsla, við vorum einu manni fleiri núna alveg í 70 mínútur móti IR bara fyrir stuttu síðan, vorum yfir mér sér líka þar, klúruðum því, þannig að við kannski læriðum aðeins að reynslunni eftir það. Planið í hálfleik var auðvitað bara að halda áfram og leita marki 4, frekar en að einhvern veginn að vera of passífir eða of rólegir. Svona kúnst, þú ætti að halda þessi boltan og reyna að fá þá til að pressa og nýta þá liðsmunni þegar þeir fara í pressu. Mér finnst þið gera ofsalega vel í eiginlega bara seinni hálfleik, fyrir utan kannski svona síðustu mínúturnar að leiðilegt að fá sér mark, en frábært eins og við náðum að lokka aðeins upp og Örbragi prjónaði sig í gegn og bara batt endahnútinn á þennan leik. Bara svona, hversu stór er þessi sigur? Þetta er auðvitað, þú veist, jafn stór og allir hinir, 3 stig, þú fær ekki með 3 stig, en við erum auðvitað allavega með töflunni sem var fyrir þennan leik og er eftir þennan leik, þá erum við í keppni við Aftureldingu og þannig að hvað það var þetta 6 stiga leikur. Svona farið inn í verslunarhelgina núna, já, á toppnum, svona gafstu mönnum frí verslunarhelgina? Já, hvernig sem þessi leikur hefði farið, sko, þá við höfum leik á laugardeginum eftir rúma viku, þannig að þetta eru svona fagmenn, þessir drengir, að ég treysti þeim fullkomlega til að fara vel með sig í fríinu. Það lendir svolítið í Skakkaföldu kannski fyrir leik, þar við missið Hlyn í meðsli bara rétt fyrir rauninni bara leik. Hver er svona staðan á honum? Ég held þetta sé nú ekkert stórvægilegt, það þarf auðvitað að sjá eiginlega bara hvernig hann er á morgun, þetta er bara svona ökla tóknun og bara 10 mínútur leik, þannig að það var svona smá patt á okkur hún er rétt fyrir upphafsflaut. Ég get ekki ímyndað mér að það sé einhver alvarleg meðsli, en hvort að ná næsta leik eða ekki, bara verður að koma í ljós. Það er svona einhverju 7 leikir eftir á mótinu, er þetta svona, við erum komin í crunch time, er þetta að horfa á þetta sem 7 úrslitaleiki svona fram að bara í september? Já, þú veist, við erum svo sem byrjar að tala um það, bara fyrir 1-2 leikjum að þetta er einmitt, akkurat sem þú segir, crunch time og svona karaktertest. Hvernig höndlum við það og gerum það frábærlega í dag. Brugðumst við þegar við vorum pínut undir og svona stigum upp. Fundum svona rétta skapið, urðum svolítið viltir og svona sleftum okkur aðeins, glemdum okkur aðeins í leiknum og það er yfirleitt, að mínu viti er það fín leið til að ná því besta fram. Gangi vel.